Forsætisráðuneytið hefur verið styrktaraðili jafnvægisvogarinnar frá upphafi og þökkum við innilega fyrir stuðninginn. Bjóðum Katrínu Jakobsdóttur, forsætisráðherra, velkomna. Kæru gestir, það mér sönn ánægja að vera með ykkur á ráðstefnu jafnvægisvogarinnar og ég vil byrja á því að þakka FKA fyrir sitt öfluga starf í þágu jafnréttis í atvinnulífinu. Sagan sýnir okkur að baráttan fyrir algjöru kynjajafnrétti, hvort sem á vinnumarkaði eða almennt í samfélaginu, langhlaup sem krefst úthalds og seiglu. Sagan sýnir okkur líka að við getum ekki tekið því sem gefnu að okkur miði alltaf áfram. Það sést best á því að á undanförnum misserum höfum við séð bakslag í jafnréttismálum allan heim. Vegið að sjálfsákvörðunarrétti kvenna í kyn- og frjósemisréttindum, bæði vestanhafs og í Evrópu. Og því mikilvægt sem aldrei fyrr að við á Íslandi setjum jafnréttismál alltaf á dagskrá þegar við höfum tækifæri til í alþjóðlegri umræðu. Þó að fullkomnu jafnrétti sé vissulega ekki náð hér á landi, þá erum við Íslendingar samt leiðandi í jafnréttismálum á heimsvísu og þar með alþjóðleg fyrirmynd í þeim efnum. Þetta hlutverk sem við eigum að taka alvarlega, því fylgir ábyrgð og eitt af því sem við getum bent á að árangur okkar í jafnréttismálum hefur ekki komið af sjálfu sér. Fyrir sér hverjum áfanga hefur þurft að berjast, stundum lengi. Og við Íslendingar eigum kvennarhreyfingunni mikið að þakka sem hefur náð ótrúlegum árangri með breiðri samstöðu kvenna. Kæru gestir, jafnvægisvog FKA mikilvæg og minnir okkur á hvar við þurfum að gera enn betur. Samkvæmt mælaborði jafnvægisvogarinnar hlutfall kvenna í stjórnum fyrirtækja á Íslandi 26,5% og hlutfall kvenkyns forstjóra og eða framkvæmdastjóra 23,4%. Á heilum áratug hefur hlutfall kvenna í stjórnum fyrirtækja einungis aukist 2%. Ný launarannsókn Hagstofunnar fyrir forsætisráðuneytið sýnir að kynbundinn launamunur hefur minnkað á síðustu 12 árum en þar breytingin einnig hægfara. Leiðréttur launamunur minnkaði úr 6,4% 2008 í 4,3% 2020 og sama þróun kemur í ljós þegar horft á óleiðréttan launamun og atvinnutekjur. Kynbundinn munur fer minnkandi. Þetta vissulega ánægjulegt og sýnir okkur að aðgerðir stjórnvalda hafa skilað árangri. Við þokumst í rétta átt, en launamunur sem eingöngu verður skýrður með kynferði enn til staðar sem segir okkur það að enn skiptir kynferði máli við launasetningu. Þið sem eru talnaglögg getið áætla hversu mörg ár það myndi taka að ná fullum jöfnuði með þennan árangur sem hér nefndur. Það þarf aftur á móti engar reiknikúnstir til að sjá að við þurfum að gera betur, hvort sem litið til kynbundins launamunar eða kynjajafnvægis í stjórnum fyrirtækja. Á nýliðnu kjörtímabili stofnaði ég 2 starfshópa, annars vegar starfshóp launagagnsæi en launagagnsæi og birting upplýsinga kynbundinn launamun á vinnustöðum eru meðal þeirra atriða sem sýnt hefur verið fram á að auki jafnrétti á vinnumarkaði. Og hins vegar það starfshópur sem laði fram tillögur að þróunarverkefni mat á virði starfa. Hópurinn hefur skilað skýrslu og í framhaldinu var skipaður aðgerðarhópur launajafnrétti og jafnrétti á vinnumarkaði. Það gríðarlega mikilvægt verkefni að skoða og endurskoða hið rótgróna og fastmótaða mat samfélagsins á virði starfa. Allan heim sýndi heimsfaraldurinn fram á mikilvægi hefðbundinna kvennastarfa eins og umönnunar og kennslu. Meðan fjölmargar sérfræðingastéttir gátu sinnt vinnu sinni í fjarvinnu eða í öruggu umhverfi vinnustar þar sem öll samskipti fóru fram í gegnum fjarfundabúnað, þá stóð starfsfólk við umönnun sjúkra og aldrara, ræstingar og í kennslu leik- og grunnskólabarna vaktina með erfiðar og krefjandi aðstæður. Allan heim, þar á meðal hér á landi, hefur þessum störfum lengst af í sögulegu samhengi verið sinnt af konum og raunar hafa þær líka unnið ólaunaða vinnu inn á heimilum oft á sama tíma. Ekkert af því sem gerist í atvinnulífinu væri mögulegt ef ekki væri fyrir vinnu þessara hefðbundnu kvennastétta. Þau störf eru mikilvægur grunnur í samfélagi okkar. Á liðnu kjörtímabili hafa jafnréttismál verið í forgangi hjá ríkisstjórninni. Jafnréttismál eru réttlætismál og aukið jafnrétti gagnast öllum í samfélaginu. Og þar þurfum við að gera betur, bæði hvað varðar launajafnrétti, en líka á öðrum sviðum, ekki síst hvað varðar kynbundið og kynferðislegt ofbeldi og áreitni. Kæru gestir, barátta FKA mikilvæg og vekur okkur til umhugsunar það ójafnvægi sem enn viðgengst á vinnumarkaði. Endurmat á störfum hefðbundinna kvennastétta, launagagnsæi á vinnumarkaði eru mikilvæg viðfangsefni okkar allra. Enda viljum við öll sjá réttlátari vinnumarkað þar sem hæfni allra metin að verðleikum, leið og við erum stolt af þeim árangri sem hefur náðst hér á landi og að við skulum vera í forystu í jafnréttismálum á heimsvísu, þá mikilvægt að við sýnum enn frekari metnað og höldum baráttunni áfram.
Árangurinn á að vera okkur hvatning til að gera enn betur. Jafnrétti ákvörðun yfirskrift dagsins. Það var ákvörðun að skipta fæðingarorlofi með jöfnum hætti. Það var ákvörðun að auka sjálfsákvörðunarrétt kvenna þegar kemur á þungunarrofi og ég gæti lengi haldið áfram mikilvægar ákvarðanir í þágu jafnréttis. Jafnrétti kemur nefnilega ekki af sjálfu sér. Það kemur vegna þess að við tökum ákvarðanir sem stuðla að jafnrétti og erum til í að berjast fyrir þeim. Vegna þess að við vitum að jafnrétti ekki bara skynsamlegt fyrir samfélagið og efnahagslífið. Jafnrétti umfram allt réttlætismál. Takk fyrir.